tvö fólk. Já, var það? Já. Gestir, þetta er þátturinn Á tali hjá Hemma Gunn og hér er kominn stjórnandi þáttarins, Hemmi Gunn. Já, góða kvöld og hjartalega velkomin í þáttinn Á tali. Maður mátti til skella sér í jólasveinabúninginn, maður er svona jólasveinn og hugsa ykkur þegar jólin eru bara að koma í allri sinni dýrð. Nú þau sem býða jólana með hvað mestri eftirvæntingu er auðvitað litla fólkið okkar og við helgum þeim 16 verðum með litlu jólin inn í þessum stjörnum prýdda þætti, þessum síðasta þætti okkar fyrir jól. Nú hljómsveitin okkar er á sínum stað en ég reif krakka úr mennskólanum við Sund til þess að vera áhorfendabekkin hér sem við tróð fylla þrátt verið próf annir, ég kem að því síðar og það er svolítið skemmtilegt, er ekki? Já. Við ætlum að vera í góðu skapi í kvöld og eins og ég segja það eru margir snjallir á annað 100 listamenn sem að láta ljósitt skína hér og við ætlum líka að vera með þáttinn með örlitlu jóla ívafi. Nú það er vel við hæfi að ungur piltur sé í aðalhlutverki í fyrsta atriðinu, Jóhann Ari Lárusson. Nú en á aðvendunni þá heldur Karlakór Reykjavíkur árlega aðvendu tónleika og þeir verða einmitt á sunnudaginn í Hallgrímskirkju klukkan 7, kem kannski nánari því á eftir. Ég fekk allan Karlakór Reykjavíkur auðvitað til þess að fylgja Jóhanni Ara Lárussyni, 12 ára gamlu sópransöngvara hingað upp í sjónvarshús og hingað eru þeir allir komnir og þeir ætla að flytja okkur lagið Allsherjar drottin eða Panis Angelicus eftir César Frank. Friðrik S. Kristinsson er að sjálfsögðu kórstjóri og undirleikari er Bjarni Jónatansson og þá er það lagið, fyrsta lagið í kvöld, Panis Angelicus, Jóhann Ari, 12 ára í aðalhlutverki, gjörðu svo vel.
Já, ef að þetta ekki eins og unglingarnir segja meiri háttar, þá veit ég ekki hvað það Þetta var Karlakór Reykjavíkur og einsöngvari Jóhann Ari Lárusson, 12 ára gamall sópransöngvari, sungu þarna Panis Angelicus eftir César Frank. En aðventutónleikar Karlakórs Reykjavíkur, þar sem að Jóhann Ari kemur einmitt fram líka, verða á sunnudagskvöldi í Hallgrímskirkju klukkan 7 og á mánudagskvöldi klukkan 8. Og vel við hæfi að fá svona skemmtilegan söng svona fyrir jólin. En í loftkastalanum okkar í síðasta þætti, þá nældi kraftakallinn Magnús Ver Magnússon sér í 125.000 krónur, þar að segja ekki fyrir sjálfan sig, heldur fyrir félag samskiptamiðstöð heyrnarlausra. Og nú hefur verið ákveðið, stjórn samskiptamiðstöðurinnar hefur ákveðið að stofna félag í næstkomandi með þessum peningum, 125.000, og það félag daufblindra og heyrnarlausra. Og við óskum því nýja félagi sem verið stofnað út af þessum 125.000 krónum til allsins besta, þökkum Heklu HF og Magnúsi Ver kærlega fyrir. En meðan verið að, já, rétt. Kærar þakkir sem sagt til Heklu og Magnúsa Vers, en þá komið að næsta tónlistaratriði. Það þannig oft með okkur Íslandinga að við áttum okkur ekki alltaf á því hvað við eigum framúrskarandi listamenn á mörgum sviðum. Nú meðal slíkra listamanna hljómsveitin Messoforte sem hefur leikið árabil. Þessi hljómsveit nýtur mikillar virðingar, einkum í sérlagi erlendis og má það nefna Noreg, Spán og nú síðast í haust í Asíu þar sem þau slógu í gegn. Nú Messoforte hljómsveitin komin hingað í sjónvarssal til okkar. Þeir voru nýlega að senda frá sér nýtt efni. Þeir eru iðnir strákarnir, Frikki, Jói, Gunnlaugur og Eyþór að semja, og svo hafa þeir fengið saxófonleikara frá Noregi, Norræn Samvinna, og hann heitir Kåre Kolve. Og þeir myndi að leika nýtt lag sem heitir Little Rock. Messoforte, gjörðu svo vel!
Þetta var og er hljómsveitin Messo Forte, frábærir tónlistamenn og ég má til með að segja ykkur frá því að þegar ég var að vinna sumarlangt í nokkur ár á Spáni þá heyrði ég í þessari hljómsveit í útvarpsstöðum á hverjum einasta degi, svo vinsalir voru þeir þar í landi. En Messo Forte, nú mér var það á fótaskortur eins og stundum er sagt þegar Sletter, fótaskortur á tungunni áðan, þetta með kallakórinn, þessi tónleikar er á sunnudaginn klukkan 5 í Hallgrímskirkju, bara munið eftir því, allir góðan tíma svona fyrir jólin. Nú, við höfum öll okkar hugmyndir jólahald og það er mikið sem gengur á yfirleitt en það er ákveðin hópur í þjóðfélaginu sem hefur alveg ákveðnar hugmyndir allt sem til heyrir jólum. Það er unga fólkið okkar, gjörðu svo vel. Hvað gerðist á jólum? Okkur erum við með jól? Og það Jesú Kristur fæðist á jólunum. Hvar? Upp í himnum. Já, hvar var það upp á himninu? Vistu það nokkuð? Á skýi. Hvar fæddist hann í Betlehem? Í fjósi. Í fjósi? Já. Okkur fæddist hann þar? Og það var ekki til spítali. Hefur þið hringt til Guðsdóttir? Jöp. Og hvað sagðirðu við hann? Hæ. Hvað sagði hann þá? Hver erst þú? Og hvað sagði þú? Ég veit það ekki. Og vissir ekki hvað þú varst? Jú, ég er bara Doddi. Okkur höfum við jól? Þá hefur jólana jólana reka ormin út. Reka ormin út? Já. Já, já. En hvenær koma jólin? Ég veit það. Hvenær? Ég veit það ekki. Hvar fæddist Jesú? Á fæðingarheimilinu. Já. Hvað hét mammans? Lóvísa. Jólasveinn borða bara graut. Þau borða ekkert annað. Nei, En leppalúði. hann bara súpu. Inga Rós, ef það væri til lítið barn út í heimi sem hefði engan mat, hefði engin föt, hefði ekki pappa og mömmu, myndirðu vilja gefa þessu barni kjóliðin? Já. Ert þú mammunar? Já, en á þá engan pappa? Jú. Hver er það? Sævar. Hver er Sævar? Hann er á skólanum mínum. Já. Hefur þið séð Jesú barnið? Er það hvar? Þegar það var að fæðast eftir sko í einu dagatalinu mínu sem er búið að henda. Jú, ég fæ í skóin. Og hver setur í skólanum? Þetta er einhver annar en jólasveinninn. Hver er það? Kannski pappa og mamma. Myndið þú vilja fæðast í svona jötu? Svo Sveina drekk úr. En hvað heldur þú að Jesú sé orðinn gamall í dag? Ammali hans er ekki í dag. Nei, hvað heldur hann sé gamall núna? Hvað heldur að Jesú sé gamall núna? 30 ára. Af hverju sér Guð allt? Þegar hún stór gleru. Er Guð til? Já. Hvernig lítur hann út? Hann er í búin og er alltaf í störðu. Hann Guð? Hefurðu séð hann? Já. Já, hefur... Hann á heima upp á skjónum og ég sé í gegnum ský. Og hvernig fer það því? Ég veit bara geisla úr augunum á mér í gegnum skýin. Og hvað segir Jesú við jólasveininn? Þið megi ekki verið í grænum fötum. Hvað ætlar að gefa Jesú barninu í jólagjöf? Kleima. En ég myndi bara óska þess að þannig að þá sem verið fátækir myndi líka fá nóg að borða. Þegar maður dó þá fór maður upp til himna og hann Jesú Kristur gaf manni mjólk. Á hverju hangir svona jólasveinabúningurinn í skápnu í afaðinu? Hann er Guð, Já. Hann á óteljandi föt. Óteljandi. Í hvernig fötum er Jesú venjulega? Hvítum. En á jólunum? Jólasveinabúning. Á hverju fer henni jólasveinabúning? Til hann á afmæli á jólunum. Á hverju himinn er blár? Á hverju ekki svartur?
Út af því að Jesús málaði hann bláan. Já, er hann málari? Heldur að Guð horfi á sjónvarp? Hann hefur engan tíma til að horfa á sjónvarp. Hvað er hann að gera? Hann er bara alltaf í sturtu. Hefur Guð ekki síma? Nei. En hann hefur sjónvarp? Ha? Nei. Nú sér hann þá ekki á tali, þáttinn. Hann á lítið sjónvarp. Já, þetta eru bestu gestir sem ég hef fengið undanförnum árum og þau eru búin að skemmta mér mikið og vonandi ykkur líka og ég lofaði því upp að við skildum halda stytta tíman til jóla og halda svona litlu jólin. Þau eru hérna hjá mér og hérna er í góðum félagskap og komin tími til að ég syngi bara fyrir þau eru búin að skemmta mér svo vel og ég fengi sjálfa rockara Rúnar Júlíusson með mér og svo auðvitað strákan okkar hérna og með hljómsveitin í kvöld er Þóri Baldursson. Við skulum renna krakkar í eitt skemmtilegt lag. Nú er ég á heimavelli. Nú verðum við bara hérna saman í allt kvöld. Byrjum bara. Það er gaman að vera saman, vera saman, vera saman. Það er gaman að vera saman, þá líður okkur vel. Vinur þinn, vinur minn, vinur minn, vinur þinn. Það er gaman að vera saman, þá líður okkur vel. Það er gaman að syngja saman, syngja saman, syngja saman. Það er gaman að syngja saman, þá líður okkur vel. Heyra þinn tón, minn tón, minn tón og þinn tón. Það er gaman að syngja saman, þá líður okkur vel. Krakkar, nú syngjum við miklu að hærra og nú fyrir að hlæja, ekki skalvarleg. Við finnum, fyrir, já, alvarleg. Það er gaman að hlæja saman, hlæja saman, hlæja saman. Það er gaman að hlæja saman, þá líður okkur vel. Hlæja Halla og Ladda, Hemma og Dolla. Það er gaman að hlæja saman, já, líður okkur vel. Nú skulum við standa á fætur og hoppa svolítið, ekki? Já, það er gaman að hoppa saman, hoppa saman, hoppa saman. Það er gaman að hoppa saman, þá líður okkur vel. Hoppa á tánum, á skjánum, á skjánum, á tánum. Það er gaman að hoppa saman, þá líður okkur vel. Svo áfram, dansa. Það er gaman að dansa saman, dansa saman, dansa saman. Það er gaman að dansa saman, þá líður okkur vel. Dansa valsa og ræða, rumbu og sömbu. Það er gaman að dansa saman, þá líður okkur vel, þá líður okkur vel. Þið eru alveg æðislegt, sjáu þið, komið þið. Hver er þetta krakkar? Hver er að koma, hver er þú? Ég? Já. Ég er gáttaþefur. Ertu gátt? Já, já, já. Ég var búinn að lofa því að reyna að fá jólasvein ef þú tækir vel undir. Já, þakka þér fyrir. Ég er búinn að vera týndur upp í hengli í 20 ár. Tími til Já, jóli. það er búið að finna mig núna. En ég er víst á aðeins vitlausum tíma. Ég fer bara aftur, nei við eigum ekki að koma fyrir en eftir helgina, sko. Það er allt í En það er bara svo gaman. Ert þú ekki í landsliðunni, í knattspyrnunni? Það var í gamla daga. Já, 20 ár, það sem margt sem er breytt síðan. Já. Já, til dæmis, einn jólasveiti sem var fyrir 20 árum, hann er orðið forsætisráðherra. Já. Heyrðu, hvað heldur þér hitt? Ég hitti krakka eins og þessa þarna og þau létu mig hafa sippiband og þau voru líka á hjólaskautum. Já. Og mér langar svo mikið að læra á þetta, ég kann bara ekki neitt. En ég ætla að vita hvort ég get þetta. Það sjáu þér. Jólasvein er passið ykkur. Ég var að passa húna við og setja mér undir það. Já. Sjáu þetta er allt í lagi, þetta er jólasvein. Já. Mér langar að læra að sippa. En lítið gengur mér. Bandið flækist í fótunum svo ég fell á gólfið hér. Ég hamast við að hoppa en hörmung er að sjá. Það dinglar allt og derst í hnút svo dett ég raskinn á. Úppi-dú, ég vil gera eins og þú. Sippa eins og þú, skauta eins og þú. Í hvert eitt sinn sem ég horf á leikinn. Já, mér átti að ég væri krakkaskinn.
hjólaskautum. Hást á börnum hér, fljótaðum með allskins kúnstum, já þetta líka mér. En ef ég ætti að redda mér á þeim rétt og rétt, já mér vissi alla stjórn össur höfðandi. Úbídú, ég vil vera eins og þú, söngta eins og þú, söngta eins og þú. Í sérmessinni sem ég horf á leikinn þinn, ég vildi að ég væri krakkaskinn. Reynum aftur, ég vildi að ég væri krakkaskinn. Einu sinni enn, ég vildi að ég væri krakkaskinn. Og fórstu gafnaði fyrir við og farðu nú bara upp í esjunnar. Krakkar, ég þakka ykkur alveg kærlega, þið voruð alveg stórkostleg. Þakka ykkur kærlega fyrir. Klöppum fyrir krakkanum. Já, þetta er gaman. En nú, já, maður er bara búinn. Jólasveinninn farið beint upp í fjöllin aftur og nú koma þeir auðvitað á sínu höfðunartíma. Ég varð að lofa börnunum þessu að reynum á sambandi við Jólasveinn. En þá komið eftirhermukeppnin okkar. Ég fekk ábendingu ungan Suðurnesjapilt, Sigurbjörn Jónsson. Nú, hvað ætlar hann að gera? Jú, ekkert annað, hann ætlar að bregða sér í gervi og ræðst nú ekki á garði þar sem hann er lægstur. Hann ætlar að fara að herma eftir látbragði og söng rockkóngsins Elvis Presley. Framtíðarmaður, hann er tilbúinn, stígur á stokk, kyrja rock, Sigurbjörn Presley! You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class, well that's just a lie. Well, they said you was high class, well that's just a lie. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit, you ain't no friend of mine. Já, minn maður, Sigurbjörn Jónsson Presley og kyrjaði þarna lagið Hound Dog. En kvæðið í kross og ég var að tala um að þátturinn yrði með einhverju jólaíðafi og það er vel við hæfi einmitt að fá næst jólalag. Nú er búið að endurútgefa svo ágætu jólaplötu einmitt með Pálma Gunnarsinni, þeim ágæta söngvara sem það nú ekki að kynna fyrir landsmönnum. Pálmi Gunnarsson er búinn að vera í öldlinni í mörg ár og á sínum tíma þá söng hann inn á jólalög og að mínu viti eitt af þeirra laga var Gleði og friðar jól eftir Magnús Eiríksson sem er að mínu viti eitt besta jólalag seinni ára, en þið auðvitað dæmið fyrir ykkur sjálf. Ég er ekki að tróða mínu skoðunum upp á ykkur frekar fyrir daginn. En Pálmi ætla nú að ég fekk hann hingað suður, hann búsettur í Eyjafirðinum í sveitasælinni, fekk hann hingað suður, hann syngur auðvitað með hljómsveitin okkar og nú skulum við hugsa hlýtt á meðan við hlustum á hlýðum á Pálma Gunnarsson með lagið Gleði og friðar jól, en það er eins og áður sagði eftir Magnús Eiríksson og það er hljómsveitin okkar sem að leikur undir. Bjóðum velkomin Pálma Gunnarsson! Þetta lag sem ég ætla að syngja, ég ætla að senda kveðju til Stínu með því.
með vilsk og hatur, inn með gleð og frið. Takt á móti jólum, með drottinn þér við hlið. Víð hart í heimi, horfin friðarsól. Það geta ekki allir haldið gleð og fríðarjól. Munda þakka Guði, gjafir, frels og frið. Þrautir raunir náungans, víst koma okkur við. Bráðum klukkur klinga, kalla heim sem ból. Vonandi þær ringja flestum gleð og friðarjól. Biðjum fyrir öllum þeim sem eiga babb og þjás. Víða mætti vera meirum kærleika og ást. Bráðum koma jólin, bíða gjafirnar. Út allar byggðir verða borðnar kræsingar. En gleymum ekki Guði, hann son sinn okkur fór. Gleymum ekki að þakka fyrir gleð og friðarjól. Biðjum fyrir öllum þeim sem eiga babb og þjást. Víða mætti vera meirum kærleika og ást. Bráðum koma jólin, bíða gjafirnar. Út allar byggðir verða boðnar kræsingar. En gleymum ekki Guði, hann son sinn okkur fór. Gleymum ekki að þakka fyrir gleð og friðarjól. Þetta var auðvitað Pálmi Gunnarsson sem söng lag Magnúsar Eiríkssonar Gleði og friðarjól. Einstaklega fallegt lag og vel sungið hjá Pálma. En röðin er komin að aðalgestum mínum og kynntist honum fyrir nokkrum árum og var reyndar að þjálfa hann svolítið í fótbolta, en það gekk illa. Í dag er hann söngvari á heimsmælikvarða. Ég held ég þurfi ekkert að fara mörgum orðum þennan heiðursgest sem frestaði för sinni til Ítalíu nokkra daga til að geta verið hjá okkur í kvöld. Í þættinum okkar bjóðum velkominn stórsöngvarann Kristján Jóhannsson. Velkomin. Takk að þið fyrir. Þetta var svipað á skala. Þetta var svipað á skala. Já, mjög átækt. Já. Jável ennþá kærkomnuna. Ennþá kærkomnuna. Já. Gaman að fá því í sófann loksins. Takk fyrir gæl minn. Nú er viðburðaríkasta er það ekki árið þínu senn lokið á þínu ferli? Jú, það má segja það. Já. Þetta er búið að vera mikið slagur og mikið átak, finnst mér sjálfum. Ánægilegt, gaman
Hefur gengið vel. Stærsta árið sem sagt? Já, þetta stærsta árið. Nú svona furðuleg spurning náttúrulega, nú ertu tenor og það allt saman, það veit allir. En í óperum að þá eru tenorar oftast drepnir, eftir ekki þreyttur á þessum dauðategjum og vitleysi sem því að samfara. Já, stundum það, en það bætir svolítið skáka, við erum svona þessir heitu og sterku elskugar yfirleitt og við fáum svona góðan fyrstan, annan og þriðja þátt sko áður við degjum, en ég get sagt góða sögu ef ég má. Já, endilega. Ég man eftir hérna í Velsku óperunni fyrir nokkrum mörgum árum, líklega 10 árum síðan, þá fór ég á svona óperu ferðalag með þeim og átti drepa mig, skjóta mig í Tosca eins og menn vita kannski og það var rigning og rok svona eins og ekki óalgengt í Bretlandi. Þannig að blessaði menni, þeir voru inn í 14 eða 16 og með hlaðnar byssur, reynda púður, skot og engin kúla og síðan voru þeir tilbúin að skjóta mig og spenna bóinn og síðan hleypta af. Nú, það kom ekkert skot. Það gerist ekki. Gerist ekki neitt. Og þetta var svona vandræði ástand og sópranin þarna svona í felum og tala hvað Mario sé stórkvæðlegu listamæður, hann deysur á falleg og etc. Þannig, og ég var náttúrulega ekki dáin, þannig ég var að taka upp á því að henda mér í gólfið, bara sem svona og ekkert skot og það var mitt legið svona þá en þá hafði púðrið blotnað svona á ferðaleginu þeir reynda að gera það einu 2 sinnum að spenna bóinn og reyna að skjóta en skotir eða ekki af. Kristján, Stjáni eða hvað sem við köllum því, þú ert alltaf frá því að við kynntumst, þú hefur ágæta sjálfsvirðingu, sjálfströst sem allt annað en mont og margir misskilja. Hvernig stóð á því að þú skelltir þér ekki í söngin miklu fyrr, varst að baksa og í vélsmiðinni þarna á Akureyri? Öll að sjá. Já, það bara tíðarandinn og var tíðarandinn og kannski enn á landinu. Nú við ungu mennindir, það var ætlast bara til á okkur, við færum á Atlaði Odda í vélsmiði eða jásmiði eða síðan í Slippinn. Nú eða á skipasmiðastöð K eða eitthvað slíkt. Þannig að það var eiginlega ekkert manna að ræða eða svo að verða húsasmiður eða eitthvað slíkt. Þannig að bara þetta var bara ekki inn í dæminu að fara í tónlistanám eða söngnám erlendis. Nei, en svo kom bara því. Við ætlum nú ekki að vera hátíðlegir eða háflegir, það er ekki okkar stíll. Nei. En mér er nú sagt og ég veit að þú varst algjöru brjálæðingur í Bersku. Já, ég hugsa að ég hafi nú verið baldinn, já. En þó held ég hafi bara, já raun að veita, ég var bara svona mjög frískur strákur sko, fullur af lífi og prakkar að skapa sjálfsögðu. En ég held að það sé aðalsmerki bara ungs hröst drengs að vera svolítið prakkari og láta fara mikið fyrir sig. Það hefur ekkert breyst maður. Nei, það er alveg saman sko. Nú flestir í þinni fjölskyldu, Kristján, þeir eru mjög þekktir fyrir söngin mitt og ýmislegt fleira. Nú við erum að tala fjölskyldu þína að þá var afiðinn, hann var ákaflega handlaginn og gullsmiður. Jú. Og einsmæli hvað leikur allt í hundarum á þér eins og honum. Já, ef ég má, þá get ég satt sögu á því líka. Ég er hann svo afi sko, en það komið nú af aldrei að því sem næst. Gamli vélsmiður að segja sögu sko. En að þú varst nú að tala sjálfstrausti og allt það, þá man ég það fyrir mörgum árum síðan að þegar ég byrjaði að búa fyrst tvítugt að keypti hérna svona einhvers konar ljósakrónu sem komu hérna erlendis frá og síðan var hún hengd upp og þá var svolítið stutt og ég bætti svona nokkrum hlekkjum inni til að síkka röldi niður á svona sofaborð. Svo vorum við í business þarna nokkur ungi menn og ég bauði mig kaffi og við vorum eitthvað svona að ræða hlutina og þá einum okkar sýnt svona á þessa fallegu ljósakrónu og hann segir rosalega þetta falleg Kristján, smíðað þú þetta? Já, ég sagði ég hérna, já, sko þetta úr lægin, já, þetta svona, já, mér tókst þetta
en þessi fjandasmaður hann heldur áfram að rýna á þessu ljósakrónu og ég sé að hann hefur ekki af hennu augað. Svo eftir 2 tíma þá segir hann, heyrðu, að þú smíðaði nú þessa ljósakrónu, gast ekki sleppt þessum stimpli hérna made in Sweden. Þú kemur alltaf Mér hafði nú séðist yfir henn að fjandast hérna stimpil sko, en hann var þarna svona í felum. Þú hefur, Kristján, þú hefur sagt það og ég þekki það, þetta er stór fjölskylda sem þú kemur af, að fjölskyldan, móðir þín, systkini, þetta fólk skipti þig miklu máli. Mjög. Og mér langar að koma þér svolítið óvart og það er nú ekki það, mér langar til að færa þér að því þú ert nú hérna og gerðir hérna greiða fyrir okkur að fresta förðinni, að færa þér örlítinn fjölskyldu pakka. Og þú vildir vera svo vingjarlegur að opna hann fyrir framann alþjóð. Já. Þetta er svona pakki sem hún Guðný að þetta gera á Prakkarastryk? Nei, hérna er hún Guðný Danivalsdóttir. Er þetta pakkin? Nei. Það var ekki amalegu pakki það. Hún kemur hérna með pakka sem ég langar til að færa þér, Kristján Jóhannsson, og opna hann, og ég ætla að biðja þig að opna hann fyrir framann alþjóð. Já, það þarf ekki svona mikið. Gjörðu svo vel. Já. Og þetta er þessi sterku fjölskyldubönd sem þú talar svo oft og ég ætla að gera eitthvað sem að þú getur aldrei hafa átt von á, hvarlaði ekki að þér. Opna þetta alveg. Hvað er þetta, Kristján? Hvað er þetta? Yes. Hvað er þetta? Já, þetta er bara fjölskyldan eins og kemur fyrir. Þetta er öll fjölskyldan í Möðruvallastræti 5 á Akureyri, nákvæmlega þessari stundu. Viltu gera svona vel á þessu fólki? Já, veifaðu, bara í sjónvarpstækið og við erum búin að safna, segðu mér hvar, þarna sittur móður þín Fanney. Þetta er myndalegt fólk. Já, útskýrðu þetta fyrir mig, þetta er svo mikið fjöldi og glæsilegt fólk. Þetta er Fanney og við fáum myndin aftur, fá að sjá fjölskylduna sem er nákvæmlega núna. Fanney, hvernig líst þér á strákinn? Bróður minn og bróður dóttur. Indæll eins og venjulega. Mér finnst hann óskup indæll eins og venjulega. Það var eitthvað að gera með hennar lykil á Akureyri, þar notar hann ekki bara kompuni heima. Möðruvallastræti. Já. Heifust lykil sem hann fékk. Líkill sem hann fekk, já, hann er nú allt og stór, hann gengur ekkert að í Möðruvallastræti. Við skulum bara biðja þá á Akureyri að færa myndavélina svo við sjáum og þú segir mér hverjir eru þarna mættir. Þarna eru hverjir. Haug bróður minn og Svavar. Haukur, það nú líka til og Birgir náminn. Veiðiði stráka, verð ekki svo alveg. Hvað er það? Veiðiði Haukur. Haukur og Svavar. Læg með í galvi. Örnvíðar og Stefán. Það sé nú ekki frímúrari, þá hérna gæti ég ekki hitti þarna á myndunum, svona þess að ég var bara að hitta því beinn útsendingu. Já, blessaðu. Þú komst norður daginn og hafðir ekki tíma til að hitta alla þessa fjölskyldu og hún er náttúrulega dreifð víða land. Og sagðu nú eitthvað við þetta fólk? Ég var alltaf kallaði pestagemlingunni henni í gamla daga. Já, þau eru ekkert farin. En svo voru allir í pest þegar ég kom norður, þannig. Svo voru ég fyrir norður. Influensu, já. En við söfnum þessu ágæta, sérðu fólki þar að reyna að heilsa, þetta eru barnabörnin. Já, æðislega. Sérðu, og kannastu við þarna í Möðruvallastrætinu? Anna María, sýsti mín. Og þessu fallegu börn hef ég varla séð. Þau eru mér hérna nærri ókunnug. Og ókunnu, þetta er allt saman fjölskylda vinnaður. Það er öll þessi fjölskyldubönd. Já, Inga Björk. Og þetta er núna á þessari stundu. Nú ég ætla að biðja ykkur að fylgjast áfram með því við verðum í sambandi við Akureyri sem verður komin núna og þetta er gjöfmynd til þín á þessu kvöldi. Takk að þér, þetta var mjög vel til því. Ég veit að þau eru 7 systkinin og það voru 2 bræður sem náðust nú ekki til. Nú einn bróðurinn, hann keyrði nú úr Húnavatnssýslunni til Akureyrar til þess að vera með þetta í kvöld. Og það er búið að tróða öllum þarna inn í stofu og það voru 2 bræður þínir sem mér tókst nú ekki að ná, alveg ég vissi ekki, það er náttúrulega höfuðættarinnar, elsti bróðurinn, Konráður ekki? Nei! Já, þetta er boss, hann er bossinn. Þetta er bossinn. Þetta er sá sem stjórnaði þér í æsku. Og ger enn. Hvernig var það með því? Já. Þú ekki búin að segja að ég ætti að vera aðalnúmerið þín? Þú áttir að vera aðalnúmerið en Kristján heimta og að vera í sofanum. Já, eins og fyrir daginn.
Hérastubur. Þú ert komin á Suðurlandi, það ekki? Jú. Já, og orðið langt síðan að þið hittust? Já, það er nú orðið. Það hvað ætli ekki komið á 3 ára? Jú, líklega. Og þá erum við búin að safna saman og það eini maðurinn sem okkur tókst ekki að ná alveg í, það var óvís, það bóndinn í Skagafirði, í Keflavík í Skagafirði, Jóhann, Már, og það alveg ótrúlega. Það ekki verið að syngja í kvöld bara? Já, ábyggilega, því að við reyndum allt og við skulum bara athuga hvort að það hugsanlegt að hann gæti komið þá líka, þannig að við fengjum alla fjölskylduna til þess að koma hér fram og við skulum bara reyna að klappa hann fram. Kvöldbrand. Nei! Jóhann Már Jóhannsson kominn í Skagafirðinum alla leiðina og það búið að sameina fjölskylduna. Það syngja lag fyrir þig. Röggunni við sandinu rennur sól á bak við allan fött. Gjör á reik margur óreitt andinn, úr því fer að skikja á jökulsvött. Drottinn leiði drösulinn minn, ljúr verður síðast í áfanginn. Drottinn leiði drösulinn minn, ljúr verður síðast í áfanginn. Í póa, rann vitt hún blóði væta gól, eða líka einhver var að hóa, undarlega dýrum kalla róm. Útilegum menn í jóðaða hraun, kannski að smala fé á laun. Útilegum menn í jóðaða hraun, kannski að smala fé á laun. Ríðum, rekum við sandinn, röppið að síga á herðu breið. Álfa drottning að beita gandinn, ekki gott að verða á hennar leið. Vænsta klárinn vil ég gefa til að vera komin ofan í Kiðagil. Vænsta klárinn vil ég gefa til að vera komin ofan í Kiðagil. Það var æðilega. Meiri að það. Bravo. Þú áttir ekki vona á þessu galli. Nei. Aldrei vona, þeir ekki búin að hittast í 4 ár. Komið tímið til. Já, ég segi það. Vitið það, strákar, að við erum búin að gera þetta allsherjar ættarmóti. Það greinlega. Og ég er búin að safna saman allri fjölskyldunni og það var allir boðnir og búnir að fara yfir. Ég veit það, Kristján, og Jóhann reynda líka, að hérna á árum áður að þá voruð þið stundum að syngja lag saman, duett. Og nú er það spurning hvort ég fengi ykkur óundirbúið gjörsamlega. Ég gæti náð hérna í undirleikara til að syngja þennan duett, til að syngja fyrir móður ykkar á Akureyri og tilenga þetta lag föður ykkar, minningu hans og Jóhanns Konráðssonar, og ég er hérna með textan. Ertu til í þetta sláttur? Já, auðvitað. Sjáu þið, þeir ætla að syngja saman og hér er textinn og við fáum undirleikaran. Það er Bjarni Jónatansson sem ætlar að leika undir og þetta er gjörsamlega óhætt eins og þetta á að vera. Tekki efrirröðuna, ok. Ég var að pabbi tók alltaf svona í okkur. Ég sé þig aðeins eina, mín unga blómarós, og það er mikið meina og minna drauma ljós. Oft læt ég hugan líða leynistig til þín, og liggi vegir víða, þú verður ætíð mín. Ég sé þig aðeins eina,
unga blómarós og það viking meina og minna drauma ljós. Oft læt ég hugan líða leiðir sig til því og liggi vegir víða, þú verður ætíð mín. Veifaðu til móður þinnar, hún söng með þér allan tíman. Hæ! Veifa! Þarna hún, móður þín og allt ættartréð þarna mætt og þetta eitthvað sem einhverjir menn eins og Domingo og Pavarotti, það var ekkert að gera svona við. Ekki hafa svona fallega familju allavega. Og við ætlum að þakka, Fanny, hvað fannst þér þetta hjá strákonum? Heyri Fanny í mér? Fannst þetta reglulega indælt. Og fannst þér ekki gott að fá strákana hingað bara alla í einu? Það var alveg yndislegt. Sendu nú eitt svona kostumömmu. Og þá ætla ég að þakka ykkur öllum á Akureyri og allri fjölskyldunni sem þarna saman komin og öllum sem voru tilbúin að slá og þið hefur aldrei grunað þetta, kallið minn. Nei, ég ekki svart það þegar þú fórst alveg með því. Ég skal segja ykkur það. En ég ætla að þakka þeim kjalla fyrir Norður Akureyri og bræðrunum sem komu hingað, börðust yfir. Ég hef ekki sungið þetta fyrir en síðan en með Papagalla. Það var ekki að heyra. Nei. Nei, þú segir það, já. En það er í minningu einmitt föðurinn sem við sungum þetta og tilengað móðurinn og allir fjölskyldunni. En nú skulum við snúa okkur aðeins að þér. Já. Nú er ég búin að sitja við alveg skorðum. Algjörlega. Ég veit að þú ert ekki oft orðlaus. Nei. Þá komum við að því sem að þú hefur sérstöðu meðal stórsöngvara, til dæmis ef við miðurlegt stóra á mikla söngvara. Þú hefur aldrei sungið auka hlutverk. Nei. Ég hef það kom kannski mest til að því að ég hef ekki rétta manngerð í það þarf sérstaklega manngerð til þess að syngja auka hlutverk. Hefði ekki verið þægilegra að ráða sig, bara fastráða sig við eitthvað þægilegt óperuhús, fá notaleg laun og eitthvað þess áttar? En þú hefur tekið alltaf áhættu. Já, það kannski líka hluti af manngerðinni. Mér bauðst þetta að vera við 1 eða 2 hús og þokkalegu launum en þú tekur vissa áhættu líka með því vegna þess að þá ertu jafnvel settur í smá hlutverk. Þú ert settur í jafnvel hlutverk sem að eigi ekki við þig og ég held að slíkir söngvarar sé ekki hamingjusamur en lykillinn að því að syngja vel einmitt að vera hamingjusamur. Einn persónuleg, Kristján, er það einhver öðrum fremur sem að á að skilja þakkir vegna þinnar góður framistöðu að þér undanskildum? Er einhver sérstakur? Já, það sé engin spurning. Hver er það? Gianandrea Gavazzeni. Sá heiðursmaður sem að, ég má segja hann tók mig upp á sína arma. Hann var og einn af þessum fáu mönnum því miður í óperuheiminum í dag og yfirleitt í leikhúsheimi að taka og þora að taka ákvarðanir. Ég söng þarna fyrir hann 1987 og hann réði mig strax og ég söng hann eina 5-6 óperum með honum og það var svona hann er óskaplega velgefinn þessi maður og fullur af kultúr og búinn að vera
listræn ráðanautur við Scala-óperunni í Milano í 30 ár og ganga í gegnum eld og brennistein. Nú hann maður sem að loka sig inni og allan daginn og óskaplega lesinn og velgeður maður og mikill stjórnandi. Kæra þakkir til hans og það allt í lagi með það. Og hann svona setti mig á annað plan. Já, annað plan og harða plan. Nú hefur hann ótrúlega langt, sjáðu. Og þú vilt alltaf áskoranir, augranir og hefur allt þitt líf verið svoleiðis. En það eitt í þessu, í sambandi við þessa hluti, Kristján, að þú vilt bæta þig. Segðu mér persónulega sem bara leikmanni, hvað það sem þú vildir helst bæta hjá þér í söngnum? Já, ég kannski hef ekki alveg fingur á því, en það kannski margt og ég þeirra skoðuna að listamaður getur aldrei sagt sem svo, jæja, nú þetta búið og nú ég komið þangað sem ég ætlaði mér og ég þarf ekki að gera neitt meiri, það endalaust. Þú vilt ekki segja mér að þú veist það. Nei, ég held að segja. Þú vilt ekki om það. Nú í vökkum óperutónlistar á Ítalíu, það sagt að fólk elski óperusöngvara og ekki síður frábæra fótboltamenn, en það gerað miklu meiri kröfu til ykkar þar. Ekki rétt? Jú, þeir elska og geta hafa reynda líka í jafnvel alltaf því sömu mynd. En jú, Gullit, hver sem hann getur gert aukaspyrnu eða vítaspyrnu, hann getur kiksað svo kvöldu henni í gamla daga og þú heyrir kannski og svo það búið. En fyrir okkur óperusöngvara það meira og búið vegna þess að það raunverulega búið og vegna þess að það eru mörg dæmi það, mjög mörg dæmi og alltaf mörg vegna þess að þetta kannski og já, ég á því að þetta sé svona fullharður dómur af því að við erum jú mennsk og þetta getur komið upp á svona slís en að springa á skala nærri því að segja dauðadómur fyrir söngvara. Þú finnur alveg þann meðbyr sem þú hefur hjá til dæmis íslensku þjóðinni í þinni sigurför sem við getum kallað. Já. Þú gætu einhverjir örfáir, 2-3 neikvæðir talað að það væri nú fyrir neðan virðingu mikils listamanns að vera að leika í auglýsingum eins og maður hefur séð í hvað Maestro og það að syngja hálfgerð dægurlög inn á geisladisk. Hvað segir þú þetta? Ég náttúrulega algjörlega á annarri skoðun. Við getum líka sagt svo að listamaður á heimsvísu hann hætti að syngja Eyþór Stefánsson eða Kaldalás og hvað segir við það? Ég álít að þetta sé ekki síðri músík og þetta tónlist suma þessum tónlist ég syng þarna eftir fremstu lagasmíði Ítala og í sögunni hugsanlega þannig að ég alls ekki sammála þessu. Nei, og þú tekur sjálf eða ekki svo hátilega að þú getur ekki brugðið að leika við dettur það bara í hug? Nei, einmitt. Ég held að eins og mín hugsun í þessu dæmi var einmitt að ná til þessa fólks hér. Já, sem þú hefur svo sannarlega gert. Já, ég finn það og ég óskaplega hamingjusamur með það. Nú erum við komið í metsölu og það ljóst að við erum búin að breikka og stækka þennan áheyrendahóp til muna og niður í yngra fólkið og ég fagna því óskaplega. Ég nú hlýtt á þessa nýju plötu þína að óskar til hamingju með hana. Takk fyrir það. Og mér skilst þú sé komin í 9.000 eintök. Já. Þú ert nú búin að gefa út áður 6 plötur hér á landi sem að hafa selst og ein í 26.000 eintökum. Hefur þú fengið þessar gull og platínum plötur sem að alltaf verið að afhenda? Nei, ég verð nú að segja það. Ég henn og kannski Björgvin minn Halldórsson, hann hefur svolítið sagt hvað að vera? Og svona kitla aðeins í mér með það dæmi. En minn útgáfandi sem stór vinur minn og þá sá útgáfandi sem ég hef valið og finnst svona sína þessu mestan skilning, það að segja að gera plötu á við skulum segja hæðsta mögulega standard. Hann hefur fundið þetta að vera svona hálfgerður hégómi og honum hefur fundist það sko. En ég ekkert viss að okkur finnist það, ég ætla að gera það orðlausan aftur. Þú átt inni hjá honum ábyggilega 4 platínuplötur og 2 gullplötur, svo 5. platínum ábyggilega á leiðinni. Það veit að þetta litlu krakkandi hjálpa mér ekki. Við skulum fá þau inn hérna. Gjörðu svo vel. Koma! Yes! Koma!
Þú gerir það ekki endurlega. Ég skal segja ykkur það. Ég skal segja ykkur það. Þetta eru 4 takkeskar. 4 og gullplötur, 2 platinumplötur og nú skaltu. Þú getur veggfórað með þessu áttur að heldur ekki vona á og mér fannst þetta sjálfum líka tímabært og þetta er það sem að þú verðskuldar og þú fær eina í viðbót. Takk ykkur fyrir, elskurnar. Og nú veifið, nei, það er ekkert nammi hérna í. Nei, nammi er frammi. Takk fyrir, elskurkarnir mig. Og ég bara óskaði bara hamingju með þessar glæs. Takk fyrir, þetta er alveg meira á þetta. Og svo þegar þú lendir á Ítalíu annað kvöld og þá verður þessi plataði náttúrulega koni í plátum, en nóg það. Það var að flugleiðir svo harðið með yfirvíkt, en ég fæ yfirvíkt á þetta. Heyrðu, þá er eitt sem ég var að vita, að það er rígur milli stórstjörna í óperu heiminum. Mikill. Já, en svona, hann er svona undir niðri, sko. Hann er, ég held að það sé bara eðlilegur hlut, við erum svona að berjast sama harðfiskinu. Nefndu mér eitthvað pínlegt atvik sem að úr því... Já, ég get nefndi strax eitt dæmi að ekki alls fyrir löngu þá söng ég með mikilli dífu og það var einmitt Tosca líka sem ég syng nú mjög gjarnan og ég maður það að ég var að syngja hérna O Dolci Mani og hún satt hérna á kolli eða steinvölu og ég krýp svona við hliðina á henni og síðan er ég með langan veikan tón og þá vildi hún gjarna standa á fætur og labba fyrir frammi og burtu. Þannig að ég stóð svona eins og illagurinn hlutur og þetta var náttúrulega slemmt innræti hjá blessaðri konunni. Nú ég var nú búinn að segja henni nokkrum og biðja henni svona elskulega að gera þetta ekki því að þetta átt sér stað á æfingunum og síðan á frumsýningunni þá grunaði mig nú að slíkt gæti endurtekið sig. Þannig að svona hún sá ekki til þá dró ég kjólið svona aftur undir hana og kraup á kjólnum á báðum mjám. Svo þegar vinkonan alltaf standa fætu þá reyndi hún nokkru sinnum en hún satt föst. Þannig að hún var svona, þetta var svona svolítið hlægilegt augnablik fyrir hana að blessa. Eitt alveg að lokum, tíminn flýgur frá okkur. Já. Við spurðum að því rockararnir hérna frammi áðan og svona rock og pop sveitum fylgja á svona aðdáendur og þá ekki sérstaklega kvenkið sumum. Er svona... Helvítið að þeir gott. En hvað er þetta í óperuheiminum? Er eitthvað svoleiðis þar? Jú, það má segja að það sé mjög mikið það. Já. Og ég á í vörn að verjast. En vandamálið er að meðalaldurinn er 70 ár þannig að það er kannski svolítið öðruvísi. Ég ætla áður ég þakka þér fyrir að koma og skila kveðju norður og til Ítalíu þessum kon og að þá er ég er búinn að hafa mína jólagjöf. Já, og við erum búin að fá okkar hérna með þér en nú er tæknin orðið svo mikil á 12 öld að þú ætlar að syngja fyrir mig eitt lag í kvöld og til þess að hafa nú undirleikinn huggkominn, þú syngur meira eitthvað af þessu nýja. Hvað borgarum við? Já, það er ráðum, við borgum aldrei neitt félagarnir en þá er það spænsku augun einmitt, Spanish Eyes og ég fékkað utan undirspilið sent á svona litlu tæki og það er nána symfónían enska sem að leikur hann undir og nú ætla ég að henda þessu til strákana, biðja þá að setja þetta á og þú syngur hér Spanish Eyes og leið og ég þakka þér fyrir komuna, óskaði gleðilegra jóla og haltu merki okkar ennþá svona hátt á lofti. Já. Teardrops are falling from your Spanish eyes.
Please don't cry. This is just adios and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Will wait for me. Spanish eyes, prettiest eyes in all of Mexico. Spanish eyes, please smile for me once more before I go. Soon I return, bringing you all the love your heart can hold. Já, Kristján Jóhannsson, stórsöngvari, ég er engum líkur og kann ég honum bestu þakki fyrir einmitt að fresta försinu svo hann getur verið með okkur einmitt í þessum síðasta þættir fyrir jól. En á eftir þá ætlum við að breiða okkur einmitt í loftkastalann og að venju og þá munum við fá einhvern þekktan og frískan Íslanding til þess að stökkvinn í kastalann og safna fé til einhvers líknar félags og hinga til í þeim 4 skipti sem við verið með þetta hefur þetta komið að góðum notum. En þá er rétt að fara að undirbúa næsta tónlistaratriði. Það er erfitt að fara að syngja svona á eftir Kristjáni Jóhannssoni en undirleikin fengum við náttúrulega bara frá Englandi. En það er gospel tónlist. Skálholtsútgáfan hefur gefið einmitt út efni með gospel lögum en slík tónlist á vaxandi vinsældum að fagna. Nú, þessi útgáfa fékk sjálfan Magnús Kjartansson til liðs við sig til þess að útsetja og safna þessu saman og við ætlum einmitt að fá brota þessu núna og það er sjálf Ruth Reginalds ásamt gospelkornum, hljómsveitir okkar, gef mér samband, gjörið svo vel!
Það er aldeilis sveifla mikil þarna hjá Rut Reginald og gospelkórnum undir styrkri stjórn Magnúsar Kjartanssonar. En við rennum áfram, en þó að við skemmtum okkur og lífið sér létt og skemmtilegt hjá okkur hér í kvöld, og þá nú kannski viðeigandi þar sem jólin eru framundan að staldra við, huga svona því hver við erum og hvert við stefnum og missa ekki marks á okkur sjálfum sérstaklega í öllum látunum sem oft vilja fylgja þessum árstíma. Því miður kannski segja sumir, en ég hef fengið vinn okkar útvarpsstjórann séra Heimir Steinsson. Vertu velkomin, Heimir. Takk að þið fyrir. Og mér langar til þess að biðja þig að flytja okkur örlitla hugveiki. Já, blessaður vertu og þið öll. Það er gaman að fá að koma hingað til ykkar og mér nú reyndar efst í huga á þessari stundu gleðin sem að ríkti hér í kvöld. Frábær kvöldstund þetta í öllum efnum, óvæntir atburðir og gjafir og hverskins skyndilæti. Og spurningin sem að náttúrulega sækir að manni ævinlega, það er hvernig tengist þessi gleði, jólagleðinni sjálfri. Börnin sem voru hér fyrst í kvöld, þau svöruðu þessu nú nokkuð vel. Þau veltu fyrir sér einu og öðru varðandi það hvernig Jesús fæddist. Og það er nú nákvæmlega þetta sem að jólin snúast þegar kurlin koma til grafar, kristin jól vel að merkja, þau snúast fæðingu barns sem kemur í heiminn. Það barn oss fæddi fátækmær, segir í sálminum, og það minnir okkur á það að jólin þau eru miklu dýpri heldur en nemur hversdagslegri gleði, og það er svo fylling sem jólin bjóða okkur og gefa sem er eftirsóknarverðust vissulega og verður ekki framhjá því gengið. Eftirsóknarverð fylling, segi ég, en hvers eðlis er hún þá? Fyllingin svo, hún náttúrulega tengist því að þetta fátæka barn, það er fulltrúi allra fátækra barna, allra þeirra sem bágt eiga í heiminum fyrr og síðar frá upphafi vega til þessa dags, og það er fæðing þessa barns í sálu okkar sem skiptir máli og þar með meðvitund okkar alla þá sem bágt eiga, alla þá sem sjúkir eru, einmana, ellirhumir, deyjandi, ófrjálsir og á annan hátt illa staddir, að við minnumst þeirra, reynum að gefa þeim hlutdeild í gleðinu okkar í kvöld og allri gleði annarri. Það barnast fæddi fátæk mær, sagði ég. Fátæk mær, hann er þó dýrðar drottin skær, segir í sama erindi. Þetta barn sem fæðist á jólunum er Guð sjálfur í heiminn borinn til okkar kominn og veitir okkur alla fyllingu. Kristur, konungur, sjá konungur þinn kemur til þín, segjum við í einum af textum aðventunar. Hóguvær er hann, og það er kannski þar sem við komum að kjarnanum og að síðasta orðinu sem varðar jólin. Það er hinn hógværi konungur allsherjar, himins og jarðar sem kemur til okkar og færir okkur frið sem er æðri öllum skilningi. Þennan frið bið ég hann að gefa mér og þér og okkur öllum sem til okkar heyra ásamt gleðilegum jólum. Sömuleiðis, Heimir, ég óska þér að þinni fjölskyldu og þakka þér alveg innilega fyrir. Heimir Steinsson, útvarpsstjóri. Já, það er alltaf gott að staldra við og hugsa örlítið þó að gleðin sé á næsta leiti, og hún er það einmitt núna hjá okkur því að við höldum áfram með trukki og dífu. 1980 spratt upp á stjörnuhimninum Bubbi nokkur Mortens, Ásbjörn Kristjánsson. Þar hefur hann verið síðan. Hann er komið splunkunýtt efni, hann er komið hérna frá nokkrum félögum, Guðmundi Pétursinni, Jakobi Magnúsinni, Gulla Brím, og þeir ætla að syngja nýtt lag af efni Bubba, Öldu eðli, og ég þarf ekkert að eyða orðum í greifan, hann heitir bara Bubbi Mortens. Dönandi, brunandi, brimáldan grá, berjandi
stanslausri drá, skólar skipi að landi, skólar skipi að landi. Æsandi, hvæsandi hendi sér á, hlæjandi, æjandi veltur svo frá, skipi sem skelfur í sandi, skipi sem skelfur í sandi. Hólega, rólega, tjalan í stein, blíðlega, þýðlega, þekur bein. Þar af faðmi köldum, Straumar kafið í, brjótast, skjótast með skellum og gný, í afgleymi lyfta völdum, í afgleymi lyfta völdum. Þreifandi, hreifandi, svartur sjár, svæfandi, hræðandi, hyggjuflár, enginn skap hans skilur, enginn skap hans skilur. Sefandi, gefandi, grimmur hrár, seiðandi, veiðandi, fagur blár. Eðli sitt öllu hylur, Sefandi, gefandi, grimmur hrár, seiðandi, veiðandi, fagur blár. Eðli sitt öllu hylur. Bubbi Morthens, það fer ekkert fram hjá neinum og ég glemdi að nefna Eyþór vinn minn Gunnarsson sem var hérna líka og þetta var lagið Öldu eðli og það sem á diski sem að Bubbi hefur kallað eða talar að það sé svo ljúft að elska og það alveg frábært ábyggilega fyrir alla sem ná því og það vonandi gerum við sem flest. Það komið að loftkastalanum og að þessu sinni það kreditkort HF sem ætla að leggja okkur til fjármuni, kalla fulltrúa kreditkorta Guðný Danivalsdóttir auðvitað á sínum stað, ef ég þekki hana rétt, nýkomið frá London, var að lenda í nýja kjólnum sínum og ég ætla að kalla til fulltrúa kreditkorta, það Marta Eiríksdóttir, gjörðu svo vel. Sjálfumlegstur. Guðný Danivalsdóttir. Sæl. Og ég sagði fulltrúi kreditkorta og þið ætlið að vera með okkur í kvöld. Já, það er okkur mikill heiður að vera hérna með okkur í kvöld og sérstaklega núna þegar að verður að gefa út fyrstu Maestro debitkortin. Nú við höfum ákveðið að gefa 200.000 eða alltaf 200.000 og hérna ég vona bara að það veiðist sem mest og það félag sem vinningin lítur njóti sem best. Já. Takk fyrir viðurkenning. Hér kreditkort Maestro okkar. Takk fyrir. Jæja henni, núna eru eingöngu 16 dagar til jóla og jólin nú svona einu svona tíminn kærleikast ekki satt og fólk á að reyna að vera gott við náungan og reyna aðstoða þá sem eru hjálpar þurfa og það einmitt það sem við ætlum að gera hér í kvöld og eins og segir við vonum að það falli í... Ég var að skjóta inn í hjá þér, Gunni. Við erum komið alltaf langt fram með tímann en svoleiðis bara þessi þáttur. Hann verður bara þannig og hann stútfullur og við býðum bara velvinningar á því en ekki guðanabænum haldið áfram að horfa á okkur. Ekki bara. En gestur loftið þessu kvöld, þú náttúrulega þekkir hann örugglega, hann búinn að sparka turinn svo þú langar tíma. Það er svona alvöru maður. Hann búinn að spila 4 ár í Tottenham
Já, er það einhver? Fyrirliði landslýsins í knattspyrnu. Já, knattspyrnu, þú varst að lenda frá London. Fyrirliði landslýsins, já, og hann er Hver er þetta? Guðni Bergsson. Guðni Bergsson! Takk fyrir. Þú varst tilbúin að leggja góðu máli í leikunni Já, sjálfsögðu. og í toppformi. Já, jú, ég held að bara fasta því allavega í Lofkastal. Já, og nú reynir einmitt á frískleika. Já. Fylgjum við í Lofkastalinn, en þú mátt ekki byrja, gjörðu svo vel. Nei, ég reynir bara svindlega vikið. Þú mátt ekki byrja fyrir mikið að merkja með Svo erum höndinni. að gera fyrir MS að hvetja hann sem allra mest, Já, þannig og það bara að byrjar líknarvélar fái sem allra mest núna fyrir jólinn. Ef ekki bara að fá loftið á hérna, á Lofkastalinn, nei, byrju. Og það gefur á messu og svo byrjum við. Og byrja! Það er ekki allt í með að þetta fíkur allt saman út. Heyri, þetta er bara alltaf fulli verð. Gjörðu svo vel, Guðni minn, hérna, Og kom út. Góðu, gjörðu svo vel, fylgja við Og hér er bókin, við skulum bara... Byrjaðu bara hér, Guðni, og sér þú um bókan hérna. Og þú tókst þarna fingarl í restinu. Það er svo gallan þegar Passaðu bara. Og síðan náttúrulega bara þegar þú ert búin að losa penningana, þá er spurningum að draga 100 líknafélaginu sem er í krúsinni hérna okkur. Krúsinni, og ég ætla bara, með þú ert að gera þetta bara, Jónatan, dragðu bara eitt félag hérna með hægri hendinni, Gunni minn. Við bara losum þetta fyrir hérna. Hefur ekki nógan tíma? Já, nógan tíma. Það gerur svo vel. Ef við aðra hver var fyrir valinu? Láta, hvað dreifur þau? Það er ekkert að kíkja, Gunni minn, það er ekkert að feintla, eins og í fótboltanum. Og það er heimili einhverfra sem að fær þetta að gera. Það er alveg innilega fyrir heimili. Gefið honum gott klapp. Og sá miðan. Og ég heldur klart að það er félag einhverfa sem fær þetta og við fáum tölur á eftir þegar talningur er lokið. Guðni Bergsson, hælu og þakkir. Aldeilis frábært vegna sem ég er vel kunnugt um það að einmitt þetta félag einhverfa að það er meðal diggustu stuðningsmanna þessa þáttar og býð ég spenntur eftir að fá tölur. Nú meðan við býðum eftir því að næsta tónlistaðardegi verið tilbúið að þá er fallegt, þetta er nú bara jólaskreiting af glæsilegustu gerð. Ég ætla að vita hvernig Einar Páll vinur minn, getur ekki, ég nú eitthvað reyna að skemma þetta, getur tekið mynd af þessu. En það er eftirvarandi, kæri Hemmi, við látum ekki segja okkur að tvisar að koma í þáttuntíð þó svo að skólabækurnar hafi hort á eftir okkur ásökunar augum þegar við laumumst út dyrnar heima. Allir eru jú í prófum þessa dagana. Takk fyrir skemmtunina, nemendur Menntaskólans í Sund! Já, ég nefndi það áðan að við erum eitthvað komin öllítið fram yfir tíma en þetta er svo margir góði listamenn sem hér koma fram og það er bara stöðut, við gætum haldið áfram, já, fram á rauða nótt en hins vegar er nú ekki allt búið enn. Og nú er að koma sér fyrir hér á sviðinu hljómsveit sem hefur vakið verðskuldað athygli á síðustu 3 eða 4 árum að þetta er KK Band. KK hafði verið lengi í Svíþjóð þegar hann kom hingað til Íslands og sló strax í gegn, hafði nú verið á svona hálfgerður farandverkamaður með gítarinn sinn en hafði sérstaklega stíl og nú eru þeir komnir með honum til Björgvin Gíslason og Þorleifur að sjálfsögðu og Kormákur sem við fórum með tertuna til sælla minningar og hann hefur örugglega ekki búinn að fyrirgefa okkur það ennþá. Ó nei! Ó nei! Nú, nýja efni þeirra, það kallaði Hótel Færeyjar og þeir ætla að vera á hressunótunum að sjálfsögðu svo vanalega alltaf þegar KK Band er annars vegar og eru tilbúinir strákar? Nei, bara gefa ykkur tíma. Ég halla mér þá hérna í sófanum bara á meðan og þá er nú kannski rétt að nota tækifærið og senda öllum þeim sem er í prófi, sérstakar prófin núna, fjölbrautaskólum, menntaskólum og að það er erfiðu tími að vera svona í prófin rétt fyrir jólin
Nú litla fólkinu sem við höfum átt samneyti við þökkum við alveg sérstaklega fyrir bæði dygð og skemmtilegheit í þessum þáttum. Er ekkert að klára þetta? Hvað er að gerast? Þá ég þurfa svo haldur að ég töði allt á mikið og þá er það bara allt í góðu lagi. Gylfi skilur ekkert í þessu hérna, næðurinn af vélinni. En Kristján Jóhansson býður hérna spenntur frammi og eftir, allar að fá að taka í hendina á mér á eftir. Þetta er nú heiður fyrir hann náttúrulega, alltið. Nei, en það er eitthvað í jólagi, þannig að það tegist á þessu þætti og það verður þá í tveimur hlutum, þetta er alveg að koma. En síðan ætlum við á eftir þegar KK Band hefur lokið sínu leik að þá ætlum við að fá jólastemningu og inn á hvert einasta heimili og þá vil ég einmitt að við hugsum hlýtt til hvers annars því að ég held að náungakærleikur eins og Guðni kom inn á sé nú það mikilvægasta. Nú eru strákarnir líklega alveg að vera tilbúinir, ekki KK? Já, og þeir allir einmitt að renna í lagið. Já, og það er Búmsjaga KK Band. KK Band alveg í brjálæðri sveiflu
og með lagið Boom Chaka, splunkunýtt efni frá KK-bandinu og ég ætla að biðjast afsökunar en Kormák aftur á þessu með tertuna. En Guðni mín, þú ert komin hingað með tölur úr loftkastalunum, hvað safnaðist mikið? 144.500. 144.500 sem að, nei verður rólega bara, 144.500 krónur safnuðust í loftkastalunum, það var Guðni Bergsson og það er heimili Einhverfa, Sæbraut 2, 170 Reykjavík, ég held að þetta sé nú á Seltjarnarnesi Sæbrautin, finnst það líklegt, en á morgun mun Maestro eða kreditkort senda ávísun að uppæð 144.500 sem landslýsferilinn í fótbolta safnaði. Flott. Nú er desember Guðni og þá kemur oft jólaefni, en af þeim sem sendir frá sig jólaefni er söngkonan okkar vinsæla Sigríður Beinteinsdóttir sem hún nefnir bara desember og hún fær, nú er stjórnin hætt en Sigga heldur ótröð áfram og hún hefur valið falleg jólalög og eitt af því ætlar hún einmitt að syngja okkur hér í kvöld ásamt aðstöðarfólki. Það eru félagar úr kór Langholtskirkju, Eyjólfur Kristjánsson, Jóhann Helgason, Erna Þórarinsdóttir og þetta er alveg mikið og gott fólk sem er komið með Siggu og það er alltaf að flytja okkur lag og þegar við ætlum einmitt öllsömmul að hugsa lít og vera jákvæð, ekki enga neikvæðni fram af jólum og bara í framvegis og þetta er auðvitað Ó helga nótt, einstakur flutningur Sigríðar Beinteinsdóttur og aðstoðar manna og kvenna. Gjörðu svo vel!
Góðu gestir mínir frá MS, allt listafólkið og allir sem sitja heima, ég vil láta tækifæri og óska ykkur öllum gleðilegra jóla, sérstaklega þeim sem eru veikindi að stríða, eða sárt að binda, ófrelsi ferða sinna, verum góð, Guð er með okkur öllum. Takk fyrir í kvöld.